Góðan daginn. Góðan daginn. Ég veit við erum yfirlýstar. En það er bara, áran okkar er bara yfirlýst. Já. Veitir ekki af. Nei. Því að það er bara þannig. Vá, hvað er langt síðan blogga? Heyrðu, já. Hvernig blogguðu við síðast? Vloggum við síðast? Mála ekki. Nei, ekki heldur. En við erum allan hérna og bara gleðilegt nýtt ár. Já, gleðilegt nýtt ár. Þetta er Íris. Sveina. Og þetta er Sveina. Og við hefðum nú sennilega ekki druslast til að henda í vlogg í morgun. Nema að því við erum afmæli á morgun. Já. En það afmælispartíð byrjar í dag. Já. Við erum sem sagt 5 ára. Ég bara skil ekki. Er ekki alltaf að tala sko að þú veist hvort að fyrirtæki gangi eftir 5 ár? 5 eða 7 ár, ég man þetta ekki. Nei, er það 7 ára svona leiðin? Já, það getur verið. Er þetta eins og hjónabandi? Já. Þá eftir 7 ár fær fólk þá eitthvað svona Ég trúi því nú. Nei, ekki úr þessu. Nei, ekki þessu. Herðu, ég er með 1 hár hérna. Já, ná. Laga þetta. Ok, pínur reyðgæðar. Já. Við ætlum að byrja þetta bara hefðbundið og svo í lokin ætlum við að svara að við fengum alveg nokkra spurningar. Já. Og svo fengum við bara að við værum bara frábærar. Ó, finnst þetta skemmtilegt. Þannig að þú veist, ég veit ekki hvernig við að svara því. Ég er bara páka. Já, og við bara gerum okkur besta. En komstu með eitthvað með þér? Klár eða á prjónunum? Sko, já, ég er með á prjónunum Já. og ég hef 1 klár þarna Já. sem þú glemdir. Já. Og 1 klár þarna, Já. 1 klár þarna. Já. Eru klárar nokkuð bara hérna út allir búð? Ég held það. Já. Kannski ættum við bara að hafa þetta klár á þessu ári? Já. Þú ert búin að klára skokkið þinn á þessu ári? Á ég ná í hann. Já. Hvenær var það sem þú kláraði peysuna þína? Hvað peysu? Linni Hólme peysuna. Heyrðu, já, ég hefði nátt að koma með hana svona til að skemmta Víti til varnaðar. Já. Heyrðu, ég kláraði, sko, fyrir 2 árum síðan Byrjaði upp á rosafallegri peysu. Rosafallegri peysu frá Lenu Hólme sem hún var að gera í samstarfi við Ísafjörð. Já. Svo fannst mér eitthvað leiðilegt að prjóna og öll munstur prjónuð. Svo bara Svo falleg samt. hugsaði, nú bara klára þessa peysu, þetta eina er með eftir. Já. Ógeðslega ánægð með mig. Eyddi svona 1,5 tíma í að ganga frá endum. Tók að mig gleraugun, stilti þvottavélina, bara alls ekki ullaprógram. Hún er svona lítil. Hún er rosa lítil. Sko, Snædís, okkar yngsti og penasti starfskraftur mátaðina, hún var alveg bara... Hún var svona stuttar um allir. Já. Þetta var rosalegt. Það gerði það bara verkum að ég gat byrja búin í. Já. Ekki það að ég þurfti að fá leyfi fyrir því, sko. Nei. Herri, kjóllinn. Ó, skokkurinn, kjóllinn. Hann er æði. Ég er sérst líka búið með henn. Og hann er heima. Nei, endi hérna. Já, af því ég hélt ég myndi þurfa að síka hann. Alveg rétt. Nei, þetta var eins og ég gerði við rósapeysuna. Já. Ég gekk ekki frá endanum og aftan vegna þess að ég hélt að ég þyrfti að laga. Já. Sem ég þurfti. Hvað er með hérna? Eitthvað svart. Eitthvað svart. Ég var að reyna að þrífa mig í gærkvöldi samt af því ég sett á mig maskar í gær. Ég ætlaði bara... En það líka ætlaði ekki að þekkja að þú komst inn. Nei. Ég sem sagt málaði með hans í gær, sett á mig maskara, pínu eyeliner og varlit. Þú var svo mikið skvís. En mér leiði svona pínu eins og ég væri að fara bara keppa í drag. Af því ég er svo óvinn að mála mig. Það var wú! Já. Þannig að ég málaði mig ekkert morgun. Nema, jú, ég sett á mig pínu svona, mér finnst alltaf, þú veist, svona bronzer. Já. Það er nú bara svona til að fríska sig, bara svo fólk haldi ekki að maður sé að deyja. Já, svona sem að sé pínu svona söndkist. Já. Anywho. Já. Og svo ertu með að prjóna hana. Hvað ertu að prjóna núna? Ó, ég er að prjóna svo skemmtilegt. Ég er að prjóna fyrir Eddilili. Á ég að ná í töskuna kannski bara. Já. Heyrðu, segð þú eitthvað skemmtilegt, ég bara ná í allt til. Ég skal bara byrja á því sem ég er búin með. Ég ætlaði reyndar að svindla og sína eitt sem ég kláraði milli jól og nýjárs. En þá gerðum við Íris okkur svona lítinn svona trefil. Og hann er sjúklega sætur. Og ég fór með hann út milli jól og nýjárs, ég var í London og það var svolítið kalt. Og þetta var einhvern veginn svo fullkomið að vera með þennan. Ekki of heitt, ekki of þú veist, þetta var bara passlegt. Íris gerði sér ljósbláan. Jú, við erum búin að sína þetta.
Nei. Og ég gerir græna, ég gerir grænan. Það er allt mosagrænt sem ég gerir núna. Allt. Er ég að gera hérna? Nema kannski, ég gerði ekki bólinn sko, en ég gerði þannig kragan. Þetta er úr endurrunna þarisilkinu frá Einrum. Þannig að Íris heklaði og ég prjónaði. Og ég var í þessum á gamlás úti. Og svo náttúrulega hérna utan yfir, þú veist, ég fór í þess, eða þú veist, ég var í þessu innanundir hérna náttúrulega. Varstu í þessu utan yfir peysu? Nei. Veist, þetta er allt í góðu hér. Ég fór í þetta utan yfir kjól og svo var ég með Ivy paljettupeysunum mína líka til að þegar maður fór út á röltið. Já, nei, heyrðu, En þetta er svo skemmtilegt. Að ég setja minna með líka? Já, mér er svo heitt samt. Já, ok. Ég ætla ekki Nei, við ætlum ekki að gera það, við erum bara sveittar. Já. Herri, já. Fleira sem ég er búið með, já. Fyrsta klára mitt á þessu ári þessi hér. Ég er með meira heima sem búin klára sveina. Fliffy peysuna mína. Nákvæmlega. Veistu að við sýnum þetta bara næst? Já, já. Eða þú veist, Já. eða einhvern tíma. Sko, þeir sem eru að fylgjast með mér á Instagram, mínu prívat. Já, þeir vita hvað þú hefur verið að gera. Já, vegna þess að ég er búin að vera rosalega dugleg að dokumentera á Instagram allt sem ég geri. Kannski þetta að gera það. Það er rosa gaman, Íris. Þá getur fólk séð sko myndir af prjóni Já, og hund og kísum. já. Og þú að kissa Palla. Já. En ég er svo ánægð með þetta og ég er svo ánægð með þessa uppskrift og frágangurinn hérna, þetta er svo... Það er líka svo mikið nýtt sem varst að læra. Þetta, Og legg ekki meira á okkur en það er ítalska affelling. ég neyddist til að læra ítalska affyllingu af því að kraginn er prjónaður tvöfalt. En þegar þú sagði mér að ítalsk affylling væri bara eins og að hérna liggja saman. Sem er svo fyndið verið að ég kann ekki ítalska affellingu. Ég var svona, ímyndið mér að þetta væri eitthvað svipað. Já. Nei, heyrðu, þá bara, og núna bara, ég þarf ekki eins og hugsa mig þegar ég byrja. Mér finnst svona eins og ég tali bara í stikkóðum. Ég veit það. Þannig að þegar ég kláraði þessa, þá er allt í ítalskri affyllingu, bara legg ekki meira á Heyrðu, þú kefti þessa tölur í Farnham í fyrra. Keypti þær Farnham í fyrra Og og, var þið Farnham aftur núna bara í næstu viku? já, og Gafni í peysuna, keypti ég líka í Farnham í fyrra. Það er rétt. Þetta er frá John Arbon og ég er, þú veist, ég bara elska þetta axlasnið. Þetta er svo klæðilegt og fallegt. Þannig að, ég er ekki brjóstaldur, sorry. Æ, ekki heldur, sorry. Já. Ok. Ok. Og svo gerði ég svolítið sem ég ætlaði ekki að gera því ég var hætt að hanna uppskriftir. Sko, við fórum á, hvað heitir það, prjónahelgi á Reykholti Mjög skemmtilegt. sem var ekki okkar við. Nei. Við fórum sem gestir Já. sem var dásamlegt með Nönnu í Nittiból og Telmu Steinmann Já. og Þær voru yndislegar. alveg dásamlegt, Þetta var svo mikið pró algjörlega, og skemmtilega konur sem við hittum. mjög skemmtilegar. Við hittum nú samt ekki allar, við vorum 57. Já, og og við vorum stundum aðeins upp á herbyggi Já, já. og þá datt Sveinu svolítið í huga því að við vorum eitthvað pallétt og óðar þarna eftir áramótin Já. og við hendum bara í húfur að prófa þetta á mig. Já. Við erum báðum með stert. Já, ég prófa þetta. Sérðu hvað er sæt? Já, ég veit það. Ha? Og þetta er sem sagt chunky útgáfa af uppáhaldshúfunni. Herðu, og svo bara var ekki stoppað. Nei. Það var bara hætti vettlinga líka. Bú, 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 bú. Óttu, ég setja mig. Uppáhaldsvettlingar líka. Sem að fancy. Já. Sparkle, sparkle. Þessi uppskrift kemur mögulega út á morgun. Ég ætla samt að segja ykkur eitt, það er smá. Ég prjónaði mína vettlinga á 3,5 Sveina og Sveina prjónaði sína á 4,5. Það er ekki skrítið henni illt í bakinu. Hún náði ekki prjónfyrstinu minni. Það er bara eitthvað með þessa samsetningu á Gafni, paljetturnar og Promise Já. frá Lang, að ég bara prjónaði mér þétt. Já. Þannig að, en þess má geta að við erum líka með
Æ, fyrir ekki það. Við erum líka með prómis í þessu. Og það er hægt að setja paljettur í þetta líka. Já, ef maður vill. Við vorum bara eitthvað að reyna að hemja okkur. Já. Þyrfti ekki að vera paljettur í öllu. En það er bara vill Það er bara, þú veist. En þarna var ég komin á smá skrif. Já, þannig að fyrst þú varst komin á skrif, Já, þá hendi ég í skrif. hendur í gamla hugmynd í rauninni sem varst búin að fá fyrir löngu Ég síðan. veit það. Og það var hérna, Ungfrú Eyjafjörður, svona lítill svona sjálklútur. Þetta er svo fallegt. Hann er svo klæðilegur. Og svo náttúrulega prjónar hann bara í hring, þannig að þú veist ekkert að gera fram og tilbaka. Nei, hann er svo sætur. Very nice. Já. Og það er líka hægt að setja fram og tilbaka. Ha? Nei. Já. Ein ekki vögt. Nei. Já. Það er líka hægt að gera svona. Já, en maður er rosa kallt. Já. Hittir mér svona skvísó, svona Já. þú veist, svona bara... Heyrðu, og svo bara aðeins slakka. Já. Þegar maður er að blæða í bílnum sín. Já. Ég er að segja... Eða að fara að mjólka. Já. Annarkvort. En hann er sérst prjónaður í hring. Hún byrjar á miðinni. En þegar ég strekkt hann, þá strekkti ég hann í hyrnu og tókaði hann á þennan veg. Beautiful. Og ég náttúrulega setti smá paljettur. Stóðst það ekki. En sjá hvað það gerir mikið. Bara ein lítil rönd. Svona bling, bling, bling. Og hann er komin út á Ravelry og ég mun setja hann á heimasíðun okkar. Já. En hérna, Það er bara smá. Það Já. gerðist smá. það gerðist smá. Og það verður lagað í kvöld. Þannig að, já. Í tjartinu, fyrir þá sem eru búnir að kaupa, þá stendur við tákni sem á að vera út aukning til vinstri. Að maður byrjar í miðjunni og eikur út, þá stendur úr taka. Nei, heyrðu, dótla mín. Til vinstri og hægri. Þarna kemur kjólli minn. Já. Þannig að hérna, Halló, sæta bækur. takk ástin! Já, takk. Katrín var ekki lengi að þessi. Nei. Þannig að nú get ég sýnt kjóli minn. Þá er ég búin að sýna allt sem ég er búin með. Já. Hérna. Og þið með geta hvernig hann er á litinn. Passar þetta allt saman? Já, hann er mosagröð. Ói. Þannig kjálni minn. Þinn er, sko, minn er úr hann að Cultivate hérna læniblæðinu. Já, Þinn er, eftir Jonnu sem er einn af eigundurum á Læni. já, Minn er eftir Ankarstrykk. minn er svolítið þröngur, ég má ekki vera með útþæðum. Þú gengur hann til, þá verður hann svona lausari. Já. Þú varst að þó hann. Já, Sko það eru útfingarnir nefnilega í mínum. sem er svolítið sniðugt. Já, þannig að ég, hérna, hann vinkar aðeins út. Annars eru malar svolítið sætir. Ég var að Algjörlega. fatta það. Það eru allir konur með maga og maður á hann mjúkur. Já, annars er ekkert gott að knúsa mann. Nei, og þú veist að vera innfallin, það Hvað er það? er eitthvað að þá. Allavega. Já. Á Svo er ég búin að standa með ógeðslega vel. Þú er bara klárar. Nei, ég meina, þú veist, ég er bara ekki að fitja upp, ég er bara með þrætt á prjónum. Ég er ánægð með þig. Ég veit ekki hvernig það gerist, síðast. Ég er með, hvað segi ég? Þú ert með innan við 10, sko. Ég held sem er 7. Já. Ég ætla að sýna hvað ég er með. Ok. Það elsta sem ég er með, og það er bara búið að bíða aðeins núna, er hérna, ég er sem sagt að fara að gera hérna kindapeysuna eftir hana portugalsku sem á, Stroff er gorgeous. já, Er þetta ekki súpsátt? þetta er Supersoft. Ja. Nei, þetta er endar Biobalance. En þetta er svo líkt. Þetta er bara Supersoft. Já. Þannig að hérna, Biobalance er Supersoft, þannig að ef mér vantar viðbót þá veit ég Hvað er hægt að finna það? hvað, já, hún verður sem sagt mosagræn og kindurnar verða svona, hérna, þetta er svona, Svona gráhvítur einhver. hann er eiginlega svona pínu ljósblár. Já, það er smá tónn í hann. Já, hann heitir allavega eitthvað svoleiðis hérna búru. Búri. Já. Þannig að nú ætla ég að fara að setja mér stellingar og byrja á þessari aftur. En svo ertu líka pröfuprjóna, eða ekki? Jú, ég tróð mér inn í pröfuprjóna hennar Lindu af hérna Björk golunni.
Kom þetta nær, svo Já. fólk sjáu hérna litin, sko. Já, ég er að nota resi, Svo fallegt. já, og handlita frá okkur hérna alpaka leirstráð. Og við erum Já. sveittar að lita kombo fyrir hérna Garnival, af því að, Við megum með. já, og Linda ætlar að vera með okkur á básnum, Já. og Sunna María, Já. og þær vera báðar með nýjar uppskriftir, Já. og báðar eru með resi pluss eitthvað, Já, og hérna, þannig að við erum að lita fullt af alpaka, silki, leis, fylgitræði, og þetta er svo sniðugt vegna þess að þú þarf bara eina dokku. Það eru 1200 metrar í dokkunni, og passir í allar stærðir. passar í allar stærðir. Þannig að ég er með þetta, og svo var ég búin að fitja upp fyrir löngu síðan, ég fitjaði upp í nóvember. Ég er alveg komin svona langt á pilsi. Heyrðu, menn eru bara á blúsandi siglingu. Alveg svoleiðis á blúsandi siglingu hérna. Þetta er 3,5 pils. Já, þannig að þú veist, ég er svona mentally að hérna, Ég held leiður búið með strengin, þá bara... ég veit það, þá verður þetta ekkert mál. Þá byrjar hérna, Ó, ég var að fara, já, ég er með það uppfyll líka. Hvað? Glemma því. París skört. Já, búið með strengina því og komin aðeins niður fyrir, sko. Ég sé ekki með þetta. vel gert. En ég með eitt klár. Já. Það hér. Það er svo fín. Við ákvaðum að pröfa að gera hérna Beanie No. 2 frá My Favorite Things Knitwear. Það á að vera eitthvað svona bánsa krullugarn í þessu, en við eigum það ekki til. En við eigum Fluffy, og Fluffy tvöfalt. Já, þetta er bara geggjað. Pröfa. Og þá þarftu 2 fliffi og eina knitting for all, ef það ekki? Jú. Nei, 2, af því prjónaði 2-falt. Nei, eina knitting for all, það er svo lítið. Já, Nú er auðvitað, tvöfalt. Og hérna 2 Fluffy. 2 fliffi. Já. Ég held við ættum að koma í kitt í þetta og Garnival líka. Já, ég held að. Það væri sterkuleikur. Þetta er svo fínt. Þetta er rosa fínt. En Þetta þú breyst bara 2 svar upp á staðan fyrir 3 svar. Nei, ég breyt bara einu sinni upp á. En Já, það á- já, En það á já. að vera, sko, hún á að vera, og það er alveg hægt að gera það. Já, Ég bara vill að húur ná niður fyrir eyru. já, en þá, Þú veist. hún á að vera svona. En þá er svo sterkuleikur að festa ekki stroffið, eins og maður árinn að þá getur gera. maður valið, sko. Já, það er rétt. True. Magnað. Jep. Heyrðu, eigum við þá ekki bara aðeins að tala? Nei, ég ætla bara að sýna þér hvað ég er í miður hvað að prjóna þarna. Auðvitað. Þessu bína. Ég slaka bara aðeins á. Herri, ég er að prjóna fyrir hana Eddu. Eddulilju. Rabbi Chunky. Já, okkur Nei, veittum sko. ekki af fleiri peysum eftir Eddulilju hérna í búðina. Eddulilja, við bara styðjum okkur Við erum bara Tím Edda, Tím Tím Sunna, Sunna, Tím Tím Linda Linda og bara- Tím Silla. Já, bara og hverju allar vilja- þessar dúllur. Hverju vilja vera með? Já. Memm? Sjáu þið hvað þetta er skemmtilegt. Hún er æði. Þetta er úr hérna Promise líka, eins og Já. húan og vellingarnir og hérna. Promise er geggjaka. Það er svo skemmtilegt og þetta er í rauninni sko eins og lopi, Já. grófleikinn, en alltaf bara sjúklega mjúkt. Já, en þú getur eins og í húin og vettlingur að við prjónum það á pluss mínus 4 Já, og svo er alveg hægt að fara upp í 7. já. Sko, svo er ég að gera úr Promise líka. Ertu hérna eskan? Já, veitu? Sveina gaf mér einu sinni Já. móher hérna frá La Bianme Já, og hann svo fallega rauður. rosalega fallega rauður. Og svo á ég hérna Promise? Promise hérna rautt líka og ég á rauða kappu og ég þarf rauðan sofískar við. Það voru geggjað. Þetta er svona dúlidót. Já, þetta er upplagt ferðarprjón Þið held hann bara. af því við erum að fara til Fagmann í næstu viku. Já. Lukkuna pamfílar. Við erum svo hefnar. Segir maður ekki pamfílar? Jú. Hvað er pamfíl? Ekki glúr. Ég ætla að googla þetta. Já. Ég held samt ég hefði googlað þegar ég er búin að glemma. Já. Þannig að, þá getum við komið að einni spurningunum sem Já. við fengum. Haha. Það var spurt hvort það var einhverja handavinnuferðir á döfinni 2026 og það eru það svo sannlega. Já, það eru 2. Það er þessi sem er núna á 5. Já. sem er til Farnham Mhm. og reyndar löngu uppselt í hana. Já. Við erum hvað, 40 eitthvað konur að fara. 43 ár með okkur, Já. tveimur.
Svo er önnur ferð sem að er áætluð í september. Já, Ragnar er á fullu bara að klára að setja hana saman, fá tilbúið rútur og svona. En það verður aftur til Jótlands. Já, Hurup 10. Hurup 10. Yeah. Og núna fáum við að gista inn í 10. Og það heitir Wool Days. Já, Wool Days. Yes. Og þá erum við á hóteli í 10. Já. Þannig að það er bara hægt að labba yfir í sýningarsvæði. Svona 3 mínútur. Já, og dásamlega fallegur bær, krúttlegur og sætur og allir taka þátt, þetta er guðdómlegt að fylgjast með þessu. Þetta var svo gaman. Allar búðir, kaffihús og allt sem hann skreita í þema hátíðarinnar. Ég held að þetta sé mikið lyftistöng fyrir þennan bæ og þetta svæði að fá þessa hátíð upp yfir. Algjörlega. Og fólk greinilega rosa tilbúið að taka þátt og vera með í að gera þetta. Af því að við vorum búin að fara til Fanu sem var mjög skemmtilegt og það, svo eyja dásamleg. Já. En utanumhaldið utan þetta er bara svo 1000 sinnum flottara. Já. Ég gleymi ekki tilfinningunni þegar við löbbuðum inn í salinn, þarna mótna til. Já. Og þau byrjuðu alla mótna á einhverju atriði upp á sviðinu og það var að vera að syngja og þetta var svo fallegt. Þetta er svona, já, svona einhvern veginn að tengja alla og allir svo næs þarna og maturinn sem maður gæti keypt þarna. Ég er bara snarspennt að fá mér aftur næsta ári. En þannig að það er núna í febrúar og svo er, Nei, það er í september. Já, það er í september og Ragnar er á fullu að klára að setja það. Og við munum auglýsa það á Instagraminu og Facebookinu okkar og svo verður það líka inn á Verdi. Verdi Travel. Og það hefur verið svoleiðis undanfarin ár að maður þarf að vera snöggur. Já. Þannig það. Við erum bara með pláss fyrir 34 í þessari ferð miðað við 2 manna herbyggi. Já. Þannig að já, við bara fengum ekki fleiri herbyggi á hótelinu. Nei, við erum bara að fara að láta byggja fyrir okkur. Já, hún sagði reynda hún Lotte sem sér hátíðina að það væri verið að reyna að byggja upp fleiri gistirými í bænum. Já, þannig að svo fleiri getur komið. Já. Svo er náttúrulega bara það sem er döfinni hjá okkur núna næstu daga, byrjar núna bara í dag, er afmælishátíð og við lituðum afmælislit, eins og alltaf. Og sko, það er smá, nei, heyrðu, hver vill Sveinu sína? Það er einhverjum að hringi mér. Já. Þetta er eitthvað svona... Já, þetta er eitthvað svona, já, ég nefndi því ekki. Gleymir þeim. Gleymir þeim. Svo verður að sína pók. Já, en sko, komdu með hendina. Já. Því að Sveina, hún er með Gleymir þeim hérna og Gleymir þeim líka bara svo fallegt tátt. Þetta er svona... Ég er búin að hanna Gleymir þeim kjól og Gleymir þeim peysu. Já, það hefur verið svolítið svona gegnum gangandi í öllu hér. Þannig að þetta var tekin ákvörðin með þetta, er í þemað fyrir 2026 og við létum gera fyrir okkur afmælispóka, af því okkur finnst það svo kjúlt. En hér er dokkan, við erum sjúklega ánægð með hana, bara litunin tókst fullkomlega. Þetta er algjörlega á pari. Já, og þetta er lífræn merino ull 365 metrar á 100 grammum og af því hún er svo þéttspunnin þá er hægt að nota í soka. Hversu fagurt? Nei, heyrðu, og byrju fyrir ekki Non-superwash. Sjá hvað þið fallið saman. Ég þarf eiginlega að gera eitthvað enda móið úr þessu. Ég held að. Já, ég þarf að gera það. Ok. Heyrðu, já, af því við hefum sko svona uppáhalds prjónaverslun eða garnverslun í London. Já. Sem átti 20 ára afmæli daginn og okkur fannst svo fallegt. Þau letu gera póka fyrir svo svona. Þá verðum við að gera það líka. Já. Þannig að við letum gera fyrir okkur. Eitthvað svona krútó. Þetta er svo falleg. Og þetta er samvinnuverkefni þitt og Mána. Já. Þins. Mána míns. Já. Já. Hvaðan kemur allt þetta hár? Ég veit ekki, þetta er gatt kannski. Þannig að, já. Já. Ofsa falleg. Þannig að þessi, við letum prenta á 50 póka. Já. Og þeir verða til sölu, bara þangað til að þeir eru búnir. Yes. Þá verður bara no more. Jöps. Það er vasið núna. Já, hann er alveg bara, og hann er alveg úr svona störti Hann er svona þykkur og góður. Ægjöld. Mjög fallegur. Kemst hellingagarn í hann. Sorry, ég er með tyggju og var að drekka kaffi, ég þurfti bara... Svo ein spurning sem við fengum, sem mér fannst alltaf gaman að við skildum á. Það var spurt hver sér útstillinguna í gluggunum hjá okkur. Já, þetta dundar mann sér við öðru konu. Já, það er bara hún Íris. Já. En sko, gluggi núna er
hrikalega flottur, en jólaglugginn í ár, Íris. Ég skil ekki okkur fengum ekki eitthvað svona velun. Það er greinlega bara ekkert verið að velun eitthvað svona hérna á Akureyri, því að hérna, ef það hefði verið, þá hefði við fengið velun. Nei, ég meina það, hann var geggjaður. Það er hressa þetta gil við. Já, en hann er líka rosafalleg núna. Já. Ég verðum að horfa á gluggana hérna. Og í gluggunum fyrsta glugganum, þá er rosafalleg útstilling með Afmælis hespunni. Já, svo kemur, Afmælispókin í næsta glugga. já, Og svo kemur sjálið hennar Svein. já, hún kröði fyrir. Yes. Ég nefnilega, það er annað sýnishornið í búðinni. Ljósblátt sem hún Kari Malmqvist prjónaði fyrir okkur. Þetta er svo fagur. Rosafallegt. Þannig að, Við erum svo glad með okkur. já, við erum bara ótrúlega sáttar, sko. Herri já, svo þeir sem koma á Vesla, annarkvort á netinu eða í búðinni, Já. yfir daginn í dag, á föstudag, laugardag og sunnudag, fara í pott og það verða dregin út mjög vegleg verðlaun. Já, við tímuðum okkur upp með eða erum í samstarfi með Mood og Knitting for Olive og þau ætla að aðstoða okkur að gefa veglega vinninga. Þannig að þeir verða alveg í stærri kantinum í ár, enda stóramali. Já. Og svo maður ekki gleyma, það er 20% afsláttur núna fram á sunnudag. Já, Af öllu nema prjónum og asfort. já, prjónum og heklunalum, Já, og það er á 15% afsláttur. 15. En svo, það eru það voru fleiri spurningar. Já, komum það. Af hverju fóruð út í rekstur og garn í gangi? Sko, þú náttúrulega byrjaðir. Ég byrjaði á ganginum heima. Mhm. Málið er að ég var aflögð, eins og maður segir. Já. Ég fór í endurhæfingu hjá Þraut og Hún kláraði orkuna og þess Já. vegna er hún með örorku. já, ég er bara með örorku, Já, bæta má. ég er bara með smá orku og en ofvirkaðan haus Já. og mér bara leiddist heima og eitt leitaði öðru og ég fór að leita garn og áður ég vissi að var ég búin að opna búð á ganginum heima hjá mér. Það kemur nafnið náttúrulega. Garn í gangi, hún Virpi, vinkona mín, kom með þetta, af hverju ekki bara garn í gangi? Ég bara, jú, þannig að það kom nafnið og svo hittumst við segjum alltaf að Gunni hafa bara viljað að losna við þetta af ganginum heima Já. því að hann hitti Rúnar vin sinn sem er maðurinn Ragnheiður sem stofnaði búðina með mér og þeir voru eitthvað að ræða þetta og Rúnar sagði að Ragnheiður hefði alltaf langað að opna garnbúð þannig að við hittumst og ákveðum að opna Já. náttúrulega pínur rugglaðar sko Að þetta var náttúrulega í COVID sko, eða sérst Já. á þeim tíma og hún rekur ferðarskrifstofu það var ekki raskat að gera það. Nei, þannig að, en þegar allt fór á blúsandi ferð þar aftur, þá beið hún þér að kaupa þinn í þetta og þú varst náttúrulega byrjuð að vinna hjá okkur bara eiginlega strax. Já, algjörlega og þetta átti að vera þú svona öðru hvoru. Já, Nei, fólk er bara náttúrulega prjóna og handavinnu ótt. já, þannig að Þannig að það þýtti ekki neitt. þannig að 8. tíminn sem átti bara að vera svona lítill og krúttlegu 3 í viku eitthvað svoleiðis, Já. hann breyttist eiginlega strax í opið Á hver? alla daga nema sunnudaga. Já. En svo á sumrin. Þá er opið á sunnudögum líka. Ég er að fara yfir spurningarna hérna og hér og það er náttúrulega bara Fólk er bara að segja svo sætt. já, þannig að mikið af þessu voru kannski ekkert svo mikið spurningar, heldur bara að vera að hrósa okkur. Já. Og svo er prjónaferðar á döfinni og spurningum að endur við ekki að prjónahelga fyrir norðan. Sko, það er alveg góð hugmynd, Já. en það er bara spurning, það er eitthvað að leggja stund í feld með það. Já, það yrðu eiginlega einhverjir aðrir að sjá það Já, mögulega. af því að sko við vorum með garnhelgar en þá var ekki svona mikið umleikis í búðinni og ef ég tala til dæmis eða fyrir mína hönd að þú veist að ég náttúrulega bara má ekki taka meira af orkunni minni. Nei, og þessar 2 ferðir erlendis á ári og svo er það prjónagleðin og svo er það garnivar. Já, Þetta er dálítið mikið og, Já. þú veist, og svo náttúrulega kannski langar mann stundum að gera eitthvað bara sjálfur með fjölskyldunni sinni. já, Að þá er maður pínu búin að sko, ydda í báða enda sko. já. Þannig að við ætlum að En það er þetta breiðútfagnaðar erindi Já. og kannski langar einhverjum að Já. gera eitthvað hérna fyrir norðan. Við vorum með þetta á Öngustöðum, lambinn, ferðarþjónustunni. Nú er búið að selja lambinn og hótelið komið bara í svona fasta útleigu, þannig að það er ekki búið. En það eru hótel hérna á Svalbarðseyri og já, það er alveg
Svo voru það náttúrulega stelpur með Stelpurnar hérna í Stróf Já, voru á það Siglufirði. Sigló, já. Og ég veit það var rosa góð mæting þar. Löngumýri, það eru prjónahelgar þar núna. Eða handavinnuhelgar. Þannig að þetta alveg hérna fyrir norðan. Já. En ég hugsa að við séum ekki... Ég er ekki vissum bara að við höfum bolmagn í það, bara hérna Við þurfum bara að vera... hér. Við þurfum að vera skynsamir. Já. Var það einhver spurning? Nei, það var þetta bara... Nei, svo var þetta bara hrós. Já. Jú, ein spurningi var, þú veist, hvernig við værum alltaf svona hressar og kátar. Sko, ég kom með smá hugmynd, en það er samt ekki satt. Hvað? Að ég var alltaf full og þú verður einhverjum töflum. Já, ég er náttúrulega alltaf á töflum, en þú ert ekki alltaf full. En hérna, okkur finnst bara alveg rosalega gaman að vera saman hérna. Já. Og það bara smittast út. Það er nefnilega málið. Og Og við höfum gaman að því að tala við hérna okkar fólk. okkar fólk Og hérna... sem kemur hérna. Og náttúrulega, þú veist, við erum að tala um það sem við höfum áhuga á. Já. Og hérna, og elskum þegar fólk, hérna, er að byrja að prjóna, Já, langar að já. pröfa og svoleiðis. Og hérna, reynum að hafa svona samfélag þar sem að fólk er velkomið að fá hjálp og Já. svoleiðis. Og jú, það er ekkert alltaf rosa mikill tími, en það er alveg stundum. Og sérstaklega það eru 2 á vakt og svona, þá Já. er alveg hægt að passa upp á fólk. Og þú veist, ég er oft hérna, Já. þó að ég skrifi mig yfirleitt ekki á vakt, vegna þess að ég veit svo sem aldrei hvað ég endist. Nei, Og stundum skipar mér bara að vera til friðs og sitja bara. hún er ekki rosa hlýðir. Þannig að hérna, stundum ligg ég bara hérna út af í sófanum vegna þess að ég hef enga orku. Ég get alveg sagt ykkur það, það er mjög mikið af konum sem að verða vitni að þessu, Já. sem hugsa, hvaða skýta djobb lendi ég í? Af hverju er ég ekki að vinna við þetta? Basically. En svo má ekki gleyma því heldur að það gefur mér líka rosa mikla orku Já, að koma hingað Já. og hérna og njóta skemmtilegs félagskapar þó ég sé ekkert alltaf á fulli. nei, en hvað er ruglið það að maður þurfa alltaf að vera á fullu? Nei, það er alveg rétt. Þú ert alltaf á fullu hér. Já, og ég er rosa, ég sé hérna samfélagsmiðlana. Já, ég myndi Og- deyja ef ég þurfti að gera það. Já, og ég hérna sé eiginlega allar pantanir. Já. Þú veist, eitthvað svona sem er tölvutengt og ég get legið við að gera, þá sé ég það. Þess vegna stendur Já, þetta á tölvunina sig. já. Very busy, very important. Ó já. En já, það er ástæðan fyrir því að það er alltaf svona gaman hjá okkur. Já. Af því að við bara Bara höfum gaman að því sem við erum að Bara gera. fíblast nógu mikið. Já, við tökum okkur ekki of Nei, alvarlega. það þýðir ekkert. Við erum ennþá svolítið með barnalegan húmor. Okkur finnst prump til dæmis alveg rosalega Ógeðslega fyndið. fyndið. Þannig að Já. þú veist, Af það því annars fengi maður bara shitty ideas ef maður væri ekki að prumpa. nákvæmlega þá fer þetta allt upp í haus. Já. En hérna, ég segi nú bara eins og góð frænka mín sagði einu sinni. Ef maður ætlar ekki að hafa gaman að þessu, þá getur maður bara farið og lagt sig. Já. Og ég held að þetta sé góð lokaorð. Mjög góð. Og við erum búin að fá fullt af starfsfólki með okkur í liði næstu daga. Þannig að það verður geggjastuð. Til að hérna, því við vitum að það verður nóg að gera, því að þið eru duglega að koma á nýtingu tilbúðin. Og fyrsta pöntun kom á miðnætti, þegar leið og afslátturinn byrjaði. Þannig við bara gerum okkar besta. og bara, Sitt í bókar, sitt í bókar. og bara elsku þið, bara Já. takk. Takk fyrir ykkur, annars Já. væri við ekki hérna. Nei, bye.